ég held við höfum rætt að síðast að menn teldu mikið fengi því ef ríki tæki það skref að skrá Landsbankann inn í Kauphöllina. Hefur einhverja vonum að það gerist svona eins og hlutirnir eru að æxlast núna? Ég held að rökin sem við vorum nú að ræða hér síðast að þá getum við speglað allan fjármálamarkaðin með sambærilegum hætti hvernig sem ríki færi síðan að því að skrá Landsbankann. Væntingar þínir og vonur að Landsbanki verði skráður? Já, ég held að það verði nú endanum. Ég hef svo sem engin beinmerkjum að það sé nein skref sem verður undirbúið í þá átt en ég eiginlega trú ekki öðru en að það verði innan fara ára að Landsbanki verði skráður og hvort sem ríkið ákveður þá að selja hann í heilulagi eða sendi öllu leiti eins og Íslandsbanka eða ákveður að halda hluti í honum áfram sko. Og þetta eru fordæmin fyrir því svo sem eins og Norðurlöndunum eins og til dæmis með með Norska Bank sko að hann sé áfram í eigu ríkisins að hvort það þriðjungi eða svo sko. Já, þannig að ríkið eins og ferli var með Íslandsbanka að þetta var tekið í raun og veru salan á bankanum fyrir raun og veru fram í gegnum Kauphöllina að verulegu leiti. Og það máli að ríkið sko fyrir utan að því að maður auðvitað þegar maður hugsa ríki þá hugsa maður oft hvað hægt að gera bætur hér og þar í laglegri umgjörð og lögum eins og til að sé að nefna sjávarútveginn og ég hefði nú getað nefnt fleiri atriði sem ég nefndi ekki að náðan en tæknilega atriði og svo sem engin ástæða til að fara í eitthvað smádrið en þú veist, oft lítum maður á lögin en það er nefnilega hægt, ríkið getur þetta stutt við markaðinn og þar með við fjármögnar umhverfi bara alls atvinnulífs, það er eins og ég var að fara yfir einni upphafi með öðrum aðgerðum og til dæmis Íslandsbankasalan var mjög jákvætt skrifið þá átt vegna að hún virkjar mjög marga einstaklinga innan markanum og veitir þau með þetta líka tækifæri til að kaupa sko áhugaverðan fjárfestingakost það veitir fleirum tækifæri til þess sko en sko þessi áhrif að skrá sko vegleg félög í eigu ríkisins Íslandsbanki, Landsbankin ég tala ekki það sem ekki má nefna að selja sem bara þó ekki væri nema bara lítinn hluti í Landsvirkjun ég er langt undir þeim mörkun sem þar sko þannig að ríki geti sko að vera gett að breyta samþykktum ríki geti eitt breytt samþykktum að sko að fá þetta stór og vegleg félögun á markaðin það þýðir að það eykur líkur okkar á því að fá sko hækkun í þessu gæðamati hjá þessum erlendu matsfyrirtækjum og vísitölufyrirtækjum eins og Fuji og MSCI það líka býr til það stór fyrirtækjamarkanum að sko fjárfestar í sjálfu sér eins og erlendi fjárfestar langt líklegast til að koma fyrst inn í stórfyrirtæki og koma svo svona inn á markaðin almennt. Þannig að þegar þú gefur þeim einhvern svona vænan bita þá gefur þeim hvata til að taka út íslenska markaðin og þá eru þau bara komnir inn á markaðin. Hitt líka að það er náttúrulega mikill kostu fyrir íslenska hlutabréfamarkaðinn og getur náttúrulega að fjárfesta ef hann endurspeglar íslenskt atvinnulíf, íslenskt efnahagslíf vel vegna þess að, og þá erum við að tala aftur sjávarútveginn og bankarnir endurspegla náttúrulega efnahagslífið því að þeir náttúrulega eru með tengingur út allt, orkan sko þetta náttúrulega erlendir fjárfestar náttúrulega leita kannski ekki síst hingað til að fá eitthvað annað en þeir geta fengið annar staðar og þetta okkar sér einkenni. Ég gerir mig líka vonur góðar vonur að ferðarþjónustan verði fyrirferðar meir í Kauphöllinu á næstu misserum og þetta mun allt hjálpa en eins og ég segi, það er ríkið getur stutt líka við með sko hvernig með ákvörðun varðandi þá mögulega skráningu ríkisfyrirtækja.